Við ætlum að klára þennan þátt á allt öðrum nótum. Hérna kominn Páll Stefánsson, ljósmyndari, og við ætlum að tala fótbolta og fótbolta ekki. Það nú að byrja heimsmeistaramót í næsta mánuði sem margir hlakka geysilega mikið til og það í Afríku sem mikill atburður og Afríka fótbolta álfa. Þar spilaður fótbolti allstaðar. Þú hefur verið Páll, að vinna að mjög merkilegu ljósmyndaverkefni sem felst í því að ferðast Afríku og taka myndir af ýmsum hliðum fótboltans. Sko, hugmyndin kviknar raunverulega fyrir 3 árum þegar ég að vinna fyrir UNESCO og þá var ég einn á ferð og þá uppgötvaði ég eitt að sú mynd sem við höfum Afríku alveg kolröng. Við hugsum hungursneyð Biafra, Eþíópía, stríðið í Darfur, en það sem ég sá var raunverulega litir, gleði og allstaðar fótbolti, allstaðar. Og mér langaði svo að sýna Afríka eins og hún Já. Og ekki bara fyrir okkur Íslendinga, heldur raunverulega fyrir alla. Sem sagt að því að Afríka svolítið miðskilin. Já. Og þú hefur farið mjög víða í Afríku og myndað sem sagt. Ég held ég hafi farið á öll menningarsvæði Afríku. Ég hef ekki komið í öll lönd en ég hef farið á öll menningarsvæði álfunnar. Já. Og það sem þú varst að leita að eru sem sagt myndir af fótbolta. En ég þurfti ekkert að leita vegna þess að fótboltinn kom til mín og ferðirnar voru ákaflega einfaldar. Þú raunverulega lendir í segjum Douala í Kamerún. Leigir bíl og bílstjóra og svo heldur maður á stað. Viku 10 daga og maður stoppar það sem maður sér fótbolta og hefur næturstað þegar það verið dimmt. Svo vaknar maður aftur og þá fótbolti og svona heldur maður bara áfram og það hefur verið mjög gaman raunverulega að sjá álfuna svona vegna þess að þú ekki að þræða ferðamannastæðina, þú bara að leita knattspyrnu. En það svona sem þú hefur ferðast Þú er bara búin að skrölta þarna fram og tilbaka Afríku? Já, algjörlega óplanað. Já. Og bara einn? Nei, það hafa verið sem sagt bílstjórinn hefur náttúrulega með mér og svo eru 2 sem koma að þessari bók. Það Halldór Lárusson sem framleiðandi og Kristján B. Jónasson sem útgefandi. Já. Sem sagt við höfum alltaf farið 2 saman og það mjög nauðsynlegt vegna þess að þeir hafa búið til svona svolítið skjöld vegna þess að ef þú kemur einn Afríka ekki hættuleg, aldrei lendir inn í veseni þar. En stundum ef maður einn þá eru kannski konur 700 manns í kringum mann forvitnir. Og þeir hafa svona girt mér svolítið af. Já, ég skil, já. Og þú semst búin að taka þetta saman í ljósmyndabók sem að koma út núna. Já. Og ég vil ekki segja að bókin sé fyrst og fremst óður til Afríku, en fótbolti svona, bindur þetta saman. Já. Því að það ekkert vitið því að fara bara til Afríku og taka myndir, það þarf að vera eitthvað. Og þessi heimsmeistarakeppni skiptir verulegu máli fyrir alla álfuna. Já. Þetta svona, við erum orðin hluti af heiminum. Við getum tekið á okkur svona stóratburði. Og það mjög svolítið skemmtilegt. Afríkubúar líta svolítið á sig sem eina heild, sérstaklega fyrir sunnan Sahara. Já. Og það svona ofboðslegur áhugi á fótbolta þarna. Það ég vil ekki segja sem svo að ef að fótbolti trúarbrögð í Afríku. Og þá eru menn eins og Drogba, þeir eru guðir. Já. Og ég hitti Drogba á Fílabeinsströndinu og það svolítið magnað. Hann stærri heldur en allt sem ég hef séð. Þar, já. Þegar hann birtist þá Já. Og maður hefur hitt mörg stórmenni en hann einhvern veginn stærri. En hvernig fer hann með það sjálfur? Mér finnst hann auðvitað erfitt að vera svona stór. Já. En fyrir nokkrum misserum síðan þá braust út smá borgarastyrjöld á Fílabeinsströndinu þar sem hann fæddur. Já. Og svolítið hissa á því vegna þess að Fílabeinsströndin eitt af þessum löndum sem ég hef mikla trú á að verði eitthvað. Já. En svo kemur smá borgarastyrjöld, norðrið ákveður að finnst söðrið hafa á mikið og Drogba segir hætti þessu strákar og borgarastyrjöldið hætti. Já. Sameinumst eitt, sameinumst fótbolta. Við erum þjóð. Já. Þannig að hann hefur svona geysileg áhrif. Já, hann hefur það. En hann skrifar formál að bókinni. Já. Sem hlýtur að vera dálítið lyftistöng fyrir þetta verk. Ekki bara það, heldur Drogba ekki bara stór í Afríku eða á Fílabeinsströndinni. Drogba
var núna í síðustu viku kosin einn af 100 áhrifamestu mönnum veraldar. Eini, held ég geti farið rétt með eini íþróttamaðurinn og þá eini knattspyrnumaður. Hann hefur áhrif raunverulega miklu víðar heldur en bara í knattspyrnuheiminum. En þetta merkilegt að sjá hvernig þú starfar. Þú hefur verið áður og hefur verið að mynda fyrir UNESCO. Já. Víða í heiminum. Já. Og hvað hefur verið að mynda fyrir UNESCO? Heimsminjar. Já. Og við getum sagt sem svo að fyrir 3-4 árum þá fæ ég beiðni það frá fólki það að senda einhverjar myndir, svona portfóljó. Og ég hugsa ekkert það, en áttaði mig á því seinna að það voru 800 ljósmyndari sem áttu að senda portfóljó, 20 valdir til þess að skrásetja og ég var svo heppinn að fara oft þarna sur í Afríku til þess að skrásetja þetta. Þá uppgötaði maður svolítið að maður stendur alveg jafnfætis því sem vel gert annars staðar. En þú lifir bara ævintýrlegu lífi, Páll. Ég svona stundum hugsað til þín þegar maður hefur keyrt fram á því einhvers staðar og þessum sefur í álpoka og þjóðvegi við vegakantin á Íslandi. Ég held að kannski að þegar maður er hérna í þessu starfi að vera ljósmyndari, þá kynnist maður kannski ekki bara Afríku eða heldur líka bara landinu og þjóðinni sem svolítið bogin eins og mitt eftir í hug. Tími svo afstæður. Ég var á Hala í Suðursveit í gær. Það sem húsfreyjan sér Þórbergssafnið, bóndinn sér bleikjueldi og einhvern veginn hugsaði þetta svolítið Ísland í dag og svo þegar maður sér safnið, það ekki nema 100 ár síðan Þórbergur kemur til Reykjavíkur, þar bjó hann á 27 fermetrum með 8 manna fjölskyldu og ég held að Þórbergur í Suðursveit hafi búið verr heldur en þeir flesti þeir Afríkumenn sem ég hef séð. Og það bara 100 ár síðan. Þetta ekki svo langur tími. Nei. Og það kannski, fólk svolítið hrætt við Afríku, heldur Afríka sé erfið, heldur Afríka sé... Ég hef aldrei á öllum þessum ferðum mínum lent í neinu vesenni. Nei. Og til dæmis, fólk segir Suður-Afríka hræðileg og þú veist, þú rændur. Ég með milljónir í myndavélum, ferðast þarna og ég fæ aldrei neitt nema bara bros og hlýju. Já. En svo hefur verið að vinna að öðru verkefni. Ert að vinna að öðru verkefni núna sem dálítið svona annars eðlis. Já, en ég held líka að það skipti máli, við getum sagt sem svo að ef þú hefur eitthvað fram að færa og ég vinn og hef unnið í 28 ár við ljósmyndi hérna í Íslandi og raunverulega fannst ég vera að koma svolítið upp í vegg. Ég þekkti hringveginn betur heldur en allt annað og ég held maður þurfi bæði að geta gefið af sér og komið með eitthvað nýtt og eftir fótboltaverkefnið, eða áður en fótboltaverkefnið kláraðist, þá ég að skrásetja núna 10 ógeðslegu menguðustu staði jarðar. Það finnst mér rosalega merkilegt verkefni. Ég held að skipti máli eins og að breyta hugmyndum hvernig Afríka að sýna fólki það sem mannskepna fór fram úr sér. Og ég ekki með, hvað þú að segja, svona... umhverfisklám. Heldur ég raunverulega bara að mynda þessa staði eins og ég sé þá og við getum sagt sem svo til mig sem svo La Oroya í Perú það sem ég var daginn, þá maður í 4200 metra hæð, þeir eru óheppnir, það bæði arsenik og blýnámur þarna, meðalaldurinn 40 ár, en það voru allir glaðir vegna þess að þeir hafa vinnu. En hvaða staðir eru þetta? Þetta eru staði ég var einmitt reyndar handtekinn því að þeir voru mjög illa við mig í Azerbaijan. Bær sem heitir Sumgait sem jafn fjölmennur eins og hérna Ísland 300.000 manna bær. Stalin uppgötaði það eftir seinni heimsstyrjöldina að Napóleon gat gengið þangað, Hitler komst á stríðreiknum þangað og hann ákveður raunverulega að setja allan Sovjet efnaðina en bara á eitt stað. Það orka út á olíunni í Bakú. Setjum bara 200 efnaverksmiðjur þarna og þetta náttúrulega alveg skelfilegt og svo þeir vildu náttúrulega ekkert að ég var að mynda þetta. Nei. Þannig að ég lenti í smá hremmingum en það bara hollt fyrir hvern og einn að sjá Azerbaidsjans fangelsi. Í alvörunni, já. Og þannig hefur þú farið til Tverú, til Azerbaidsjan. Já, og svo ætlaði ég að fara til Kirgistan en það var bylting og það ekki mér að kenna. Nei, ég hef ekkert með þá bylting að gera. Síðan eru staðir bæði í Rússlandi, Tjernobyl í Úkraínu, Vapi á Indlandi. Þetta allt, og þessi listi raunverulega offísíl og hann til.
Og þetta er svona verkefni sem þú ert að vinna og þú ætlar að reyna að koma þessu saman í bók líka. Já, Já. ég ætla að koma henni út á næsta ár. Og þetta eru bækur sem eru ekki bara fyrir markaðin hérna á Íslandi, þetta eru alþjóðleg verkefni þannig. Já, og kosturinn til dæmis við myndir er það að það þarf ekki að þýða þær og sem sagt, þær tala sínu eigin máli. Já. Og mér finnst skipta máli að hafa eitthvað fram að færa og geta sýnt fólki raunverulega eins og með Afríku, að Afríka er glöð álfa. Ég hef fulla trú á Afríku sem er raunverulega. En þetta er náttúrulega, sko, þú varst náttúrulega lengi mjög og mótaðir svona ákveðna grein og kannski fremstur í þeirri grein hérna á Íslandi að taka þessar landslagsljósmyndir. Og verður fyrst frægur fyrir það. En nú ertu komin, finnst manni lengra út í það sem maður má kalla samfélagsumfjöllun. Já, ég held að það sé hollt hverju manni að takast á við ný verkefni og eins og ég segi, ég var í gær á Hala vegna þess að ég var bæði að mynda eldgosi og síðan fór ég þarna austur og mér finnst vænt landið en ég held líka að sem ljósmyndari þurfum maður að fara lengra og ef maður hefur eitthvað fram að færa mér finnst það skipta máli að taka afstöð. Já. Þetta eru merkileg verk sem þú ert að vinna, Páll. Og hérna gaman að fá því þáttinn og þessi bók stórglæsileg, fótboltabókin. Og tíma bara því að nú er heimsmeistaramótið líka að byrja og þá einhvern veginn springur þetta út í. Það er 11 menn í lið og það eru, ég spái því að annarkvort Ghana ef Essien er með eða Fílabeinsströndi vinni. Okay. Nei, ég bara veit það, ég skal veðja við það. Ok, ég ætla bara að vona það. Ég er alveg, það má alveg, en hérna þátturinn er búinn í dag, ég þakka ykkur fyrir að horfa.